Daniel Guðmundsson, nýráðinn þjálfari Grindavíkur, velkomin í Sibbarspjalli. Takk fyrir það. Herru, þú ert á fyrst í röðinni í þessu. Við ætlum ekki að hafa þetta svona hálftíma Sibbarspjalli eins og þetta hefur verið í sumar, en ég ætla að taka svona spjallið ykkur allir þjálfarinn og fara aðeins yfir tímabilið. Nú varst þú í fyrra aðstoðarþjálfari hérna á Grindavík. Já. Hvenær kom þessi hugmynd upp að þú myndir bara taka við af Jóni alveg? Já, það var nú alveg nokkur eftir tímabilið og ég veit náttúrulega að það voru aðrir þjálfari alveg tilbúnir að taka þessa stöðu, en þeir heyrðu sömuleiðis í mér stjórnin og ég er náttúrulega virkilega spenntur fyrir þessu verkefni og svo bara, kannski dróst aðeins en að endanum fékk ég þessa stöðu og ég er bara gríðarlega þakkláttur fyrir það. Ég naut tímans með Jóhanni og verið til aðstoðar þegar ég hef aldrei verið aðstoðarþjálfari áður. Stundum svona krefjandi að fá ekki kannski stjórna öllu eins og alltaf, en við unnum mjög vel saman, ég og Jóhann, og ég held að það hefði líka bara svona hjálpað fyrir framhaldið fyrir þetta tímabil og búin að kynna strákunum og svoleiðis langflestum og þekkja náttúrulega marga frá því að ég var að spila og bara gríðarlega ánægður með tækifæri. Og byrju, þitt fyrsta sæn, að sæna leikmann eða þá þjálfara, var það ekki bara Helgi Jóhannes eða? Var það ekki að fyrsta sem kom í ljós? Jú, ég fór mjög snögglega í að ná Helga, en ég veit náttúrulega Arnar og Óli framlengdu án þess að vita kannski hver þjálfarinn yrði. Já. Ég vissi væntanlega að ég yrði og einhver annar þjálfari þessa stöðu og verið tilbúin að taka þátt í því verkefni. Ég heyrði svo í Helga Jóhannesi og fékk hann með mér, en er ekki mikill fengur í því? Jú, það er gríðarlega mikill fengur og ég ætti að læra heilmikið af honum því að hann náttúrulega hefur stýrt hérna lið til sigurs á Íslandsmóti áður og er náttúrulega gríðarlega mikla reynslu bara sem leikmaður og sömuleiðis þjálfari, veit óendanlega mikið allt einhvern veginn. Og þetta styrktarþjálfari líka, það betur búin að það skemmir ekkert fyrir væntanlega? Nei, það er bara gríðarlega gott að vera með hann til taks og hann sér alveg til þess að leikmennin sé í standi. Þannig að það er bara virkilega spennandi að fá að vinna með honum og við náttúrulega erum bara góðir félagar, við þjálfum saman í Metabolic og eyðum miklu tíma saman stundum á gólfvellinum og annað, þannig að þetta er bara svona Hvor er þetta betri í gólfi? Hann er mun betri í gólfi en ég en maður er að læra, það er vanlega. En segðu mig, hverjar eru svona helstu breytingar á mannskap á milli tímabila? Og sko erlendu leikmenn náttúrulega eru ekki sem voru í fyrra, Lewis og Jordi. Svo er Hilmir Kristjáns, hann á erfitt með að vera með í vetur vegna Anna í námi, Jóhann Árni vegna Anna í þjálfun og mögulega vonandi koma þeir kannski seinna inn á tímabilinu. Fá náttúrulega Björgvin, Dagakár og svo nýjan erlenda leikmann, Nýja Jamal, þannig að það er stærstu breytingarnar. Já, Daði Páll Hermanns, Grindvíkingur, kominn líka. Já, Jens Valgeir náttúrulega verður með allt tímabil núna, hann kom seinna inn í fyrra og ég held að þessar ráðningar gefa okkur bara meiri dýpt og meiri möguleika hvernig við náum að spila körfubolta í vetur. Þannig að það er bara gríðarlega ánægður með hvernig við höfum náð að stilla saman hópinn og hvernig undirbúningstímabilið hefur farið á stað. Þannig að það verður bara forvitnilegt að sjá september mánuð hvernig við komum út úr því og svo hefst bara tímabilið með leik gegn KR 3. okt. 3. okti á fyrsti leikur. Ok. Á skalan 1-10, hversu ánægður ertu með að geta bara telt fram íslenskri hersveit fyrir utan þá Kana? Ég er bara gríðarlega ánægður með það því að vissulega er náttúrulega alltaf þetta klassíska lottó, en ég held að þjálfari í dag hafi nú miklu meiri grunn til að vinna með, gagngrunn til að vinna með til að finna erlenda leikmann. Þannig að og ég held að fleiri íslenskir þjálfarar sé bara með ennþá betra tengslanir núna og þannig að lottó ekki lottó, ég held að við náttúrulega fáum aðgang að fullum leikjum og vitum sirka styrkleikan í þeim deildum sem leikmenn hefur verið að spila og svoleiðis. Þannig að að vera með íslenska hersveit plus Amerikana núna að þá þekkir maður styrkleika leikmannanna nokkuð vel og hvernig típunir eru, maður þekkir væntanlega líka og þeir þekkjast innan hópsins og vita hverju aðrir eru og ég held að það myndi kannski hjálpa liðsheildina að springa út og vera sterkari.
Og eins og ég segi, Dagur Kár, það var bara núna í vikunni sem að hann ekki nokkuð ljóst ef hann hefði ekki eða ef að Grindavík hefði ekki fengið annan íslenskan svona þannig bakur þá hefði væntanlega verið leitað til Evrópu. Já, og maður náttúrulega var komið nokkra leikmenn þar sko til að fylla upp í þá stöðu. Arnar og Yngvi geta vissulega tekið líka upp boltann en þeir eru líka frábærir skotbakurir og geta hlaupið þessa bakurastöður rosalega vel. En að fá Dagkár hérna inn til þess að stýra leiknum, kannski ásamt öðrum hérna Arnari eða Yngva að það er bara virkilega mikið styrkleiki fyrir okkur að þurfi ekki vera að leita eitthvað langt til þess að ná í evrópska leipan. Já. Þannig að það er bara mjög spennandi að fá að vinna með Degi. Þegar hann var í fyrstu skriði meistaraflokk þá var ég að spila með Stjörnunni. Þannig við þekkjumst frá þeim tíma. Já. Og þegar ég var að þjálfa unga strákinn Njarðvík fædda 95 þá var hann okkur oft erfiður ljári þúfu þegar hann var að spila gegn honum þegar hann var gutti sko. Þannig að ég þekki vel til Dags og fjölskyldu hans og bara virkilega spenntur að fá að þjálfa hann og alla strákarna inn í vetur. Hvað getur þú sagt okkur frá erlenda leikmannum? Jamal og Óla Sæver? Já. Hvað hvítur er það ekki? Nei, það er svona engin hvítur maður sem heitir Jamal Óla Sæveri. Ég hef ekki vonað því. En hann spilaði í LIU og sami skóla Martin og sem þeir komu í þá prógram eftir að hann útskrifaðist. Hann Jamal og hann spilaði sömuleitt með Julian Boyd sem var náttúrulega öflugur með KR. Í þá sama skóla? Í sama skóla. Okay, og svo eftir það fór hann í atvinnumennsku, var efst deild í Belgíu og hefur spilað í næst efstu deild í Ísrael og Ítalíu bara með nokkuð góðum árangri held ég. Og ég bind bara mikla vonir við hann eins og allir þjálfarar gera þegar gera samningu við erlenda leikmenn. Þetta er alltaf þvílíkar stjörnur á leiðinni yfir hafið. Já. Hvað er hann stór? Ég segi ekki bara 2 metra. Já, og þegar hann lendir þá verður hann kannski orðinn 1,99. Er það ekki normið? Það fer eftir 3 sinnum í vélinni held ég. Það er bara þannig. Það er spurning. En svona fyrirfram myndirðu segja hann tikki í öll box og var með þennan prófíl sem á að henda í deildinni? Já, hann tikkar svona flest boxes. Og örfendur auðvitað, er það ekki oft? Jú, sjálfsögðu. Þannig að við verum að hafa jafnvægi í þessu. Já. En ég segi hann bara lítur nokkuð vel út og ég hlakka bara til að fá hann á æfingar og förum svo æfingarferð og svo hefur við nokkra. Á hvert felið í? Við förum til Spánar í æfingarferð nú við byrjum september og svo hefur við nokkra undirbúningsleiki hérna í september móti liðum hérna í efstu deild. Þannig að það er bara gott aðeins að fá að máta sig upp á móti þeim og sjá hvernig leikmennir eru svona að vinna í vörn og sókn og sjá hvað við þurfum svona að leggja mestu áherslu á fyrir að tímabili hefjist. Var það mikla breytingar á svona leikskipulagi frá því fyrra hjá Jóni Já, ég held að sé nú yfirleitt þannig þegar að hver þjálfari náttúrulega kannski er með sinn stíl en við hlaupum náttúrulega eitthvað í grunninn þess sem að Jóhann og ég vorum með á síðasta tímabili en sömuleiðis líka kannski margt nýtt og okkar langar bara aðeins að skerpa á þessu hlutum. Við veitum alveg hvað við getum gert þegar allir eru að vinna saman, allir eru að stefna saman markmiði og við þurfum bara að finna góða lausnir hvernig við getum sprungið sem helst út. Já, hvað með takmörk vetrarins? Það að gefa það út að það er bara stemt á alla titla eða hvað? Það er náttúrulega engin takmörk, það eru markmið. Já, sagði ég virkilega takmörk. Hörru, getum við ekki klippt þetta út og markmið vetrarins? Við náum við náttúrulega eftir að bara setja saman, ég er ekki að vera að setja neinn markmið fyrir strákarna eitthvað sem að ég hef trú á og þeir kannski ekki eða öfugt að við þurfum bara að taka góðan liðsum saman og skoða svona hvað okkur langar að gera í vetur en ég held að öll í þessari deild sem okkur sé að koma upp eða hafa verið meistari síðast tímabili eða dottið út í fyrstu umferð í úrslitakeppni að þá held ég að öll markmið séu svona frekar svipuð. Já, og svona fyrirfram, hvaða lið myndirðu telja vera svona sterkust á svellinu svona á þessum tímapunkti svona með mannskapana? Það er bara erfitt að segja. Ég gæti alveg talið upp hinn 11 liðin sko og ég án þess að hljóma eitthvað svona dippla og eitthvað þannig. Ég held að sé bara virkilega mörg lið í deildinni núna sem að
sem langar bara að ná ennþá meiri árangri og ná að steypa þessum káringum á stóli og ég held að sé bara mörg lið bara að styrkja sig. Ég held að verði sterkasta deild sem að, já, bara í langan tíma held ég, eins og verður í ár. Þannig að ég get ekki fara að tikka ykkur lið út, ég meina KR, Valur, Stjarnan, Njarðvík og fleiri lið. Ég veist svona fyrsta sem Já, Grindavík. Já, þú veist sem að, þú veist fyrir utan okkur að þá sem að myndi fara að gera allega að þessu. En síðan sjáum við náttúrulega á síðasta tímabili að Íringarnir áttur frábært tímabil, skilur og það bara erfitt að, Tindastóll, skilur, þú veist, ég talið öll þessi liðu. Já, þú ert nánast búinn að því. Já, og ég meina, það er ekkert svona, eitthvað heilt í þessu, það er náttúrulega, maður sér hvernig tímabilið svona fer, svona rétt eftir áramót, sjá hvernig svona þetta er að raðast upp, en síðan náttúrulega úrslitakeppnin náttúrulega allt annað pakki eins og við höfum séð margoft áður. Þannig að það er bara eins og hvernig erlendu leikmennir koma. Ef það eru meiðsli hér og þar, þetta er svo margar breytur í þessu. Já. Þannig að maður bara vera á tánum allt tímabilið og vera klár í slaginn. Það er bara ekkert annað í boði. Það er kannski loka spurningi, þið sérst leggið upp með einn útlending en þú veist, áttu vona að það gæti breyst á einhverjum tímapunkti, ef meiðsli annað kemur upp en eins og staðan er núna nei, en þegar líður eitthvað tímabilið þá kannski skoða maður það, skilur. Ég er mjög ánægð með hópinn sem við erum með núna og ég held að við getum bara farið brattur á stað í mót því að það er náttúrulega bara, það er náttúrulega bara einn bolti og það er bara 200 mínútur í boði og það er bara 5 leikmenn inn á einu og ég held að við séum bara vel í stakk búnir til þess að mæta þeirri áskorun að fara með einn útlendinginn í mót, en við sáum líka að við erum með leikmenn í okkar liði sem hafa allir verið, margir hverjir 5-6 leikmenn sem hafa verið inn í landsliðshóp og eða verið í landsliðinu, þannig að hvort það séu útlendingur og íslendingur, ég meina þetta fer bara eftir hæfileikum og getu og hvað menn eru tilbúin til að leggja á sig, að þá er maður bara með þessa gæja, þá er ég mjög spenntur fyrir veturinn. Flottur, takk fyrir. Takk.